Það komið sæl, það sunnudagur og Synir Egils. Við erum komið með góða gesti núna og síðar í þættinu koma aðrir gestir. Það verður mikið rætt hérna í dag. En gestir okkar núna eru Erla Bjarnadóttir, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur og starfsmaður hjá Mjólkursamsölunni og Jóhanna Pavlovsík, mannfræðingur. Pavlovits. Ragnar Þór Ingólfsson, ég fór rétt með það. Já. Og gengt með sittur Gunnar Smári, en sko ef við fyrir svona, það er mikið að gerast í pólitíkinni, við vorum nú að ræða í bílnum á, en ég verð að segja að svona, það virðast vera komið svona vilji í Framsóknarflokknum til að flýta, hvað heitir það á þeim, flokksþing og til að sem sagt, hvort þið ekki að kjósa nýja fórustu, væri það ekki eðlilegt? Já, ég hlustaði nú reyndar, í staðan fyrir að hlusta hátíðisfréttin í útvarpinu sem vorum að gantast með á þann, þá heyrði ég viðtal við Sigur Inga á Bylgjunni og hann talaði þetta nú allt niður og hefði tekið eftir því að þetta væri svona munstur hjá mokkanum, ein frétt á dag og það væri ekki mokkin sem að stjórnaði för þarna. Ég veit ekki, mér fyndist nú allt í lagi að menn myndu nú bara anda rólega og keyra eftir sínu plani, sko. Mér finnst það ekki góð lenska eins og til dæmis. Afhróð. Þetta vissulega fór þeir, afhróð held ég sé nú skjaltilega að segja. Faru 13 í film. Já, en menn alltaf vindilega græða því að hlaupa upp til hand og fóta, sko. Ég veit það ekki. Hann Sigurður allavega bara þetta allt í baka og þannig að ég sé nú með aðra sorsa í Framsóknarflokknum til þess að bregðast við þessu. Já. En það er svona illa fyrr. Ég hef ekki mikla skoðun á Framsóknarflokknum, sko. Nei, bara svo þá svona almennt að formaður svona bara... Sko, ég held að ég sé alveg sammála sem að hún hefur sagt og Erna það ekki, já. Og ég skil samt einhver leiti kannski að menn vilja breytingar og þú veist einmitt að því að þau gekk náttúrulega alveg illa í kosningum og allt það á mörgu leiti en kannski allt í lagi að greina eins í stöðun og leyfa einhvern tímanum aðeins að flæða til þess að alltaf þegar maður greinir einhvern veginn eitthvað augnablikinu og lítur sem tilbaka þá kannski eitthvað þarna sem maður visti kannski af eða sá ekki fyrir sér eða eitthvað annað þannig ég held að þetta bara eins að leggja stæla bara anda rólega og taka einhvern veginn, skref fyrir skref. Svo Ragnar Þór Ingólfsson, nýkjörinn alþingismaður, þetta er fyrsta viðtal sem þú ferði í eftir kjörið. Já, ég hélt reyndar að þetta væri fyrsta viðtalið en ég var leiðréttur með að ég fór í Silfrið held ég bara Við myndum eftir því. Nákvæmlega. Hver maður í Silfrinu. Það er alltaf, ok, ef við ekki segja allavega fyrsta viðtalið eftir að við náðum saman stjórnarflokkarnir og já, þetta er tölver breyting, maður svona er að melta þetta allt saman og átt að sjá þessu. Hvernig líst þér á stjórnarsáttmálann og það sem koma skal? Mér líst mjög vel á þetta stjórnarsamstarf og þá flokka sem að náðu saman. Þetta var eiginlega svo lending sem að var að mínum að eina lendingin í stöðunni og hérna er að verða alveg hrein stjórnarskipti, það er engin annar flokkur sem að kemur úr fyrir ríkisstjórn inn í þessa og þar lendi erum við held ég kannski að fá bæða eins svona hreinna borða að vinna með og líka held ég að sé bara að ég skynja allavega gríðanlega létti í samfélaginu og væntingar og það verður auðvitað mikil áskorun að standa undir þeim en mér líst mjög vel á það sem er komið og ég tel að það sem við munum ná kannski að gera á fyrsta ári verði grunnur af ennþá meir og betri árangri sem að endurspeglast í því sem að við vorum að berjast fyrir og leggja upp með í kosningabaráttunni. Þannig að þú gengur bjassið til verka? Já, ég er allavega mjög sáttur svona með hvernig þetta hefur þróast og við hittumst þingmenn og þingflokkar meirihlutans á föstudaginn síðasta og þar var verið að svona þétta hópinn og eftir þann dag, þann vinnudag og þá var maður ennþá bjartsýnni og ánægri með verkefni framundan. Já,
Smári, þetta hjá mér að það er svona flýta flokksþingi framflók til að henda strandkafteinin út. Þú ert ekki sammála mér? Nei, ég er ekki náttúrulega í Framsóknarflokknum og veit ekki hvernig hann svona tikkar. Nei, bara almennt, Það er skiljanlegt að þetta er versta útkoma flokksins í sögunni. Skiljanlegt að það séu margir sem eru í áfalli yfir því og fólk bregst svona ýmis konar við áfallum sem verða reiðir og aðrir verða sorgmæddir og eins og við þekkjum svona í hópi og það er alltaf þannig að það er einhverju sem að vilja bara henda formanum og svona en eins og ég var að segja við þennan áðan í bílferð okkar að ég man ekki eftir því að neitt hafi svona andmælt svona áherslunum sem að voru lagðar í Framsóknarflokknum. Það var svona fyrir kosningar. Það var lagt upp með það að við hefðum nú viljað halda áfram að við erum með svo duglega að vinna í ráðuneytunum, við erum með einu ráðherrni sem hafi bara einbeitt sér okkar verkum á meðan að hinn hafi verið að rífast og Bjarni kom og tók þetta frá okkur þannig að annars hefðu við geta klárað þetta og þetta og þetta og þetta var línan sem að ég heyrði Sigurð Inga tala og ég er ekki betur en að Willum og Ásmundur Einar og Lilja væri öll á þessari línu. Þau náðu ekki kjöri? Nei, ég fór að skoða það því ég sagði í bílnum að ekki þeirra hefði fengið meiri stuðning í sínu kjördæmi en ég fekk á Sósvöldum. Það var Willum fekk það sama, 5,9. Og mér sýnist að hann væri svona næsti kjördæmaðurinn inn af því að hann er í suðvestur kjördæmi þar sem síðasta sem að fer inn er Nanna Margrét, annar á lista Miðflokksins sem fekk 12, þannig hún farið inn á 6%. Þannig að hann náði ekki inn. Þannig að ekkert að þeim getur komið inn og sagt, þú veist, ég er með miklu meiri stuðning heldur en formaðurinn. Nei, mikið rétt. Flokkur fær mesta stuðningin í norðaustri, þar sem að hún Ísaksen, fyrirhandi þingflokksformaður, er. Ég hef ekkert orðið var við það að hún sé að gera svona kröfu, þannig að ég veit ekki alveg eins og þær eru að segja, hvort það líka eitthvað á, kannski það Framsóknarflokkur bara að fara í naflaskoðun, sem ég veit aldrei hvað snýst naflaskoðunin, að skoða hvað þessu ló í naflanum. En og ég meina það finnst mér Framsóknarflokkurinn er eiginlega búin að vera eiginlega frá tímabili Steingríms Hermannssonar ef þið þurft að fara í naflaskoðun því að Halldór dró flokkinn mjög til hægri og varð náttúrulega undir bara Davíð Oddsson í 12 ár og svo loksins þegar hann var forsætisráðherra hann var eiginlega pólitískt svona örendur bara. Síðan kemur þetta, hvað voru margir formenn hann á þessu tímabili frá Halldóri að Sigmundi? Ég held að það verið bara 5 eða eitthvað. Nei, það var Jón Sigurðsson, Guðni Ágústsson, Guðni var aldrei formann. Jú, aldrei kjöri formaður. Nei, bara steginn sem varaformaður. Já, hann formaður sagði af sér. Sem varaformaður. Já, það er rétt. Ok, það kemur tímabili sem bara, sumulítið var það að kjósa Jón var svona hugmyndum að fara aftur í samvinnu hugsjónin og eitthvað þess, en hann bara náði því ekki einhvern veginn. Alltaf alveg missefnað því að hann var aldrei á þingi, Aldrei á þingi og svona, hann náði því ekki og hinn hlustu ekki á hann. Mætur maður, mjög svo. Því að við þá ekki bara pröfu eitthvað allt annað og þá er Sigmundur sóttur og flokkur verður eitthvað bara mjög furðulegt. Það er alveg gerólíkt í þessum að Steingrímur Hermannsson hefur horft á Framsóknarflokki þá og sagt, byrju, hvað er nú þetta? Og síðan kemur Sigurður Ingi sem svona róar þetta og mér finnst alltaf Sigurður Ingi hafa verið hægri sinnaðasti formaður Framsóknarflokksins fyrir utan kannski Halldór Ásgrímsson. Alveg rosalega hægri sinnaður, hann talaði samvinnuverkefni, þá var það samvinna einkafyrirtækja og ríkisins við að leggja brýr, það kallaði hann samvinnumenn hljóta að hugsa, byrju, einkaframtaki taki yfir opinbera þjónustu og opinbera framkvæmdir, er það samvinnu hugsunar? Þannig að við það flokkurinn ætti að fara í svona naflaskoðun en að henda Sigurði út og hvað taka Lilju í staðinn? Nei, Ingibjörg Ísarsson. Hverju breytir það? Hún var bara á hans línu alveg. Hverju breytir það? Hún Ég er bara frekur, mér finnst það sama sem við segjum með Sjálfstæðisflokkinn. Ef Áslaug Arna kemur, hvers konar Sjálfstæðisflokkur er það? Eða Guðlaugur Þór, eða Þórdís Kolbrún, eða Guðrún Hafsteins, eða einhver? Hvers konar, það er alltaf verið eins og við sem að velja eitthvað fólk, þú veist að við sem svo leið á að vera að horfa á sama fólki, en ef við ekki vera að tala bara um pólitík og einhverja stefnu, eða Framsóknarflokkurinn að því? Ég ekki verið að vera það. Nei, en svo líka hver málstaðinn eða færir hann fram, það skiptir máli. En ef ekki að kvíla þetta með Framsókn? Nei, mér finnst það allir að ræða það. Ég meina, var það Framsóknarflokkurinn, voru þeir með góða stefnu, bara góða flokk, nema þeir höfðu svo lélegan málsvara.
Er það niðurst að hafðu fengið bara 12% ef að Ísaks... Það veit enginn. Það veit enginn okkur maður. Kannski, ég meina, þessi flokkur hefur verið svona miðjuflokkur mörguleiti sem hefur verið balansað þetta hægur og vinstri og kannski hefur verið stólið því hlutverki svona, þannig að kannski þetta eitthvað svona existensialísk krísa það sem að þau eru í ykkur svona naflaskoðunum þeirra eigin til þess hver hlutverk framsóknar, þannig að það geti verið að þetta sé svona þannig viðbrögð það mörguleiti líka. En þegar þú talar þessa hægri áherslur hjá framsóknarflokknum þá velti ég líka fyrir með þessu umhverfi sem að stjórnarflokkar mótast í þessu ríkjandi hugmyndafræði sem rosalega byggð á nýfrjálshyggju og hvort að kannski þessi orðræða Sigurður Inga hans viðhorf séu líka mótuð bara af þessu normi sem innan stjórnsýslunar sem rosalega hægri sinnuð að mörgu leyti hvernig á nálgast hlutina og allir þessi hugtök verðmætasköpun og nýsköpun og allt það. Hvort það sé bara svona ómeðvitað hann svona taka þátt í þessu að vera bara með öllum öðrum af því að þetta bara hugmyndafræðin. Algjörlega. Þegar hann verður til fjármálaráðherra og vill koma fram og vera góður fjármálaráðherra á mælikvarða fjármálaráðandisins, þá hann eiginlega bara gangast inn á bara allt sem að nýfrjálshyggja stendur fyrir. Og hvað svona framsóknar mennska það? Ég ætla að vitna þess í Davíð Oddsson. Hann sagði að sumir ráðherrar verða mjög fljótlega húsvanir og þeir eru eiginlega að tala það. Að hann sem sagt drekki í sig andan inn í ráðuneytinu. Ég veit ekki hvort hann kom þarna inn með hugmyndur breytingar, ég held ekki sko. Nei, ég held að hann hafi verið orðin húsvanur sko. Nei, en það sem það líka kannski það sem að kannski framsóknarflokkurinn hann ekkit mikill flokkur róttanninnar eða þannig að hann vill alltaf flæða með, þannig að það kannski alveg kemur ekkit óvart. Nei. Já, í fyrsta lagi með Sigurður Inga, hann sé fljótur að tilenga sér að verða húsvanur, hann náttúrulega búin að vera í ráðherrastól í mjög langan tíma, þannig að, og hann hefur greinilega tamist vel þar, honum finnst það fýsilegt að vera áfram og hann hefur greinilega ekki staðið í neinni alvöru baráttu við kerfið og orðið þreyttur á því, ég get ekki álíktað annað. En hins vegar þá finnst mér að ég langar mig að kasta einu enn í sambandi við fylgishrun framsóknarflokksins afsakið og það ástandið í borginni. Framsóknarflokkurinn kom náttúrulega og sá og sigraði eiginlega í síðustu borgarstjórnarkosningum, ég hef eftir að tala það. Heldur betur. Og borin til valda áhrifamikil fjölmiðlamaður fyrrum sem að lætur eins og hann koma fjöllum þegar að hún með bent á einhvern grænan kassa sem að í mínu viti líklega keiri mistakosti tvisvar fram hjá dag og búin að gera síðan að þessi bygging hófst. Og þýðir auðvitað ekkert að standa svona fyrir framan fólkið í borgin og láta þessu og vitir ekkert. Og hver að fara að kjósa framsóknarflokkin í þessu umhverfi og bara svona öðru sem að ég held að kjósundu framsóknarflokksins í borgarstjórnarkosningu síðast hafi ætlað að fara í samstarfi sjálfstæðisflokks. Ég tel það nú að þeir hafi ætlað að fá svona reyn skipti eins og Ragnar Þór að vísa í að hafa orðið í ríkisstjórninni. Já. Og þetta sé þá bara almennt vonbrigði kjósata með Framsókn, annars er 2021 ekki bara best að kjósa Framsókn sem að skila okkur þessari ríkisstjórn og svo 2022 kjósu breytingar og það eru enga breytingar. Allavega höfuðborgarsvæðinu, hafandi sagt það, þá þetta kannski ekki svona dýpist fastabilgi, en það hefur alveg ekki allavega tekist að telja þetta fólk á að gera þetta aftur. En ekki áfælla því að þú byrjuð á Suðurlandi, ekki? Jú. Og starfaði eins og fyrir bændasamtökin? Jú. Er það ekki áfall fyrir Framsóknarflokkinn að miðflokkurinn stærri og víðast bara umtalsvert stærri heldur en Framsóknarflokkurinn í öllu kjördæmum? Ég held bara að þessar kosningar eru náttúrulega áfall fyrir Framsóknarflokkinn í heild sinni og að því þú varst að tala Willum áðan, þá voru það náttúrulega Willum versus Sigurður Ingi sem voru þarna á vegasaltinu síðast hjá Framsókn. Og ég gerir nú grín að því ef ég hefði verið kannski framboðið fyrir miðflokkinn þá væri Sigurður Ingi kannski ekki á þingi. Ég svona grínast með það svona í góðra vinna hópi eins og við erum hérna. En jú, auðvitað þetta áfall fyrir Framsóknarflokkinn, það getur ekki verið neitt annað. Síðast að könnu sig mann eftir í borginni, þá mældist Framsóknarflokkur var með 4%. 3%. Þannig að það býður þeirra skellur þar að óbreyttu Og Einari hefur ekki tekist sem að reynda Degi tókst ekki heldur að skapa vinsaldir í gegnum þetta hluturk að vera borgarstjóri. Mér sýnst bara Einar ekkert vera í neinu svona tengslum við það hvað kom honum í þessa stöðu. Hann bara í einhverju svona vakkomi með meirihlutanum, hann ekkert að Enga breytingar og þessi orðræða í kringum þetta skrimsli þarna í Mjóttinni, hún ber svona bara gaslýsingar mínu mati. Þetta alveg fáránlegt. Ragnar, þú með okkur já.
Sæl. Framsókn kom inn með svaka krafti inn í borgarstjórnarkosningarna síðustu og já, allavega það voru gríðarlega með að skynja mikla væntingar hjá borgarbúum með ekki endilega ég meta ekki svo að það endilega verið til þess að fá kannski meirihluta samstöð með Sjálfstæðisflokknum, heldur bara fyrst og fremst að það voru gríðarlega bara merkilegt að fylgjast með því hvað mikil togstreita í kringum pólitíkina í borginni og Sjálfstæðisflokkurinn eða minnihlutin á alveg sinn þátt væntanlega í því líka en kemur síðan inn, vinnur þetta stórsigur og það verða einhver meginn engar stefnu áherslubreitingar á einu en einu það er einhver meginn ekkert og hvort sem að það í húsnæðismálum dagvistunarmálum eða bara öllu sem snýra borgin, það verður einhver meginn engin breyting með innkomum Framsóknarflokksins inn í þetta samstarf heldur bara rauninni styður rauninni bara óbreytt ástand í borginni sem að ég held að margir borgarbúar voru mjög þreyttir á og eru sjálfsagt enn þreyttar í dag þannig að það er allavega svona held ég blasi við að það verði allavega stefnir í mjög áhugaverða kosningar í borginni núna næst vegna þess að ég held að sérstaklega eftir þennan skandal með græna gímaldið að ég held að það hafi svona verið eða var einhver dropi sem að fyllti það glas og flæddi yfir þá var þetta sko gusa. Það var kjörstað þarna í þessu húsi. Það var að koma og gjósa í því. Já. En varðandi Framsókn í borginni. Það er þó grænt. Já, því að það er margir. Það er grænt. Allt er vænt sem vil er grænt. Við erum að fá ríkisstjórn núna sem er að boða breytingar. Og stundum veltum maður fyrir sér að maður hefist viðtal við valkyrjunar og svona sömuleyti veltum maður fyrir sér þær að lendi í það sama og þess að Katrín Jakobsdóttir lendi í að hún er breytingin að þær séu breytingin og þegar Einar færið þess að glimrandi kosning var ekki 17,1% í 4 borgarfulltrúar raunverulega og algjör lykilstaða í sko samningum áframhaldandi meirihluta þú eiginlega getur náð fram næstu eins og þú vilt eins og mann finnst til dæmis Viðreisn hafa náð í allavega í stólaskiptum og í þessum og líka í ríkisfjármálum. Er þetta ekki bara eitthvað svona blinda sem að stjórnmálafólk verður oft fyrir að það áttast ekki á því að það ætlar að breyta ykkur þá verður að breyta ykkur, sko. Þú ert ekki breytingin sko. Það er ekki breyting fyrir okkur að Einar sé orðið borgarstjóri okkur er alveg sama hvort það sé Einar eða Dagur eða eitthvað þú verður að breyta ykkur og það ætlar að breyta ykkur ég held að þetta sé bara eitthvað þú keyrir kosningabaráttuna á breytingar og við vitum að Ragnar er sannfærður að næsta kjörtímabil verður eitthvað allt öðruvísi en að því að við erum ekki einhvern veginn inn í þessu þá erum við svona við höfum lifað þetta áður sko og segjum já Ragnar minn tölum saman svona eftir kannski í haust það er næsta þátt og þá kemur í ljós að sjáðu svona lofti fara úr með svona í hverju til þess að ná fram breytingum en það er bara rosaleg vinna og einbytni að sveigja kerfið og stefnuna og fá almenning í lið með sér það er rosalegt jobb sko en við höfum líka marg talað það að það vantar sko þingmenn sem hafa reynslu af verkalýðsbaráttu en á þing? Já, þannig nú alls skoðum maður sem hefur reynslu. Ég get alveg sagt að ég sem sagt þegar var farið að svona glitt í það að það væri geð atlega að flokkurinn okkar færi í stjórnarsamstarf að þá hafði maður auðvitað áhyggjur af því að áhersluflokkana voru þetta mörguleiti ólíkar og mörguleiti líkar að þetta er enn ríkisstjórnin sem að myndi koma sér saman nægilega lágan samnefnara til þess að geta ít Sjálfstæðisflokknum og Framsókn úr ríkisstjórn. Það er breytingin en við erum ekki Bjarni Ben. Ég er að segja það og maður hafði þetta ágjör af því að það er kannski svona eina meiriháttar breytingin en það komið svo óvart hvað er mikil vilji til breytinga og þó kannski stjórnarsáttmálinn hann segir nú ekki allar söguna að þá er ég virkilega bjartsýnn á það að það verði raunverulega breytingar og fólk muni finna fyrir þeim tiltölulega fljótt og svo ennþá betur og meira þegar álíður á tímabilið og þess vegna er ég mjög bæði bjartsýnn og ánægður að
vera þáttakandi í þessu og geta eiginlega ekki beðið eftir að geta að byrja að vinna. Ég held að þú eru að bíða í nokkra vikur eftir þing komið saman. Ég er enda byrjaður. Ég má nú örugglega segja frá því að hún skipaður í nefnd sem á að fara yfir álit landskjörstjórnar út af kærumálum og taka einhverja ákvörðun það. Ég get svo sem ekki lýst þessu frekar því ég kem algjörlega nýr á þessu borði og er náttúrulega bara að læra aðeins líka en við erum það er vinnan hafin á fullu, fólk er ekki að setja auðum höndum. Þar er spurningin raunverulega það að maður gæti Willum hugsanlega fellt Sigurð Inga. Ja, mögulega. Það er stóra máli í þessu. Það getur geta mögulega orðið einhverja breytingar. Það er ekki lóku fyrir það skotið. Ég náttúrulega veit ekki allavega eins sem komið hvaða kærur þetta eru, en ég veit að það tengjast allavega kraganum. Frá Framsóknarmönnum. Já, í kraganum. Og ég held að sé einhverja fleiri líka skildist kannski það, En varðandi svona breytingar fyrir utan það lífshægi Sigurðar Inga og Willum, hafið þið trú á því að þessi ríkisstjórn muni leiða inn afgerandi breytingar í þeim málum sem að miklu skipta? Ég ætla að leyfa með það. Ég hef ekki endilega haft mjög mikla skoðun á þessari nýri ríkisstjórn. Mér langar bara að leyfa henni einhvern veginn að sýna hvort að hún geti leitt til breytingar ekki. Það var of mikil kannski of mikil gagnrýni einum megin og mikil svona von hinum megin. Ég held að það sé eitthvað jafnvægi sem þarf af því að ég ætla ekki að hafa of mikla trú á. Ég bara rosalega efins á ríkisstjórnir og stjórnmál og svona, og það er allt í lagi, en ekki það að ég hafni algjörlega kannski stjórnmálum á því leyti að allir tala alltaf breytingar en ég er bjartsýn einhver leyti, en ég er samt einhvern veginn samstundis líka málega vera svona skeptísk á að þetta, ég veit ekki hvers konar breytingar verið að búa upp á. Ég er náttúrulega svolítið, kannski, mér finnst að það mætti alveg vera meiri vinstri áherslur þarna inná, meiri róttækni, en þessi ríkisstjórn getur held ég ekki búið upp á slíkt, sérstaklega ekki kannski með Viðreisn innan borðs, þannig að þar kemur kannski skeptisism, en ég veit ekki alveg hvar Viðreisn á öllum flutum einhvern veginn. Þannig að, Þau vilja ekki hækka skatta á fjármálum? Nei, sem er mikil vonbrigði, því það var það sem ég var að vonast eftir. Þá einhvern veginn, þarna kemur þessi vonbrigði strax einhvern veginn inn, af því mér finnst það skipta rosalega miklu máli. Ég held að þetta séu gríðarlega mikilvæga breytingar sem verða síðan ekki, þannig að það er alls konar svona, þetta er bara að leyfa Erna, sér þú fram á mikla breytingar í samfélaginu? Ég er nú svona svipaðri línu og sessunautu minn ég á ekki von á, Ég ætla bara svona að leyfa þessari ríkisstjórn að þess að sína sig og hún kemur væntanlega fram með málaskrá. Ég er mjög spennt og ef að Ragnar vill kommenta á til dæmis hvað ætlar að gera í húsnæðismálum og uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Þar lagði Ragnar og Flokkur fólksins til bara gerbreytt húsnæðiskerfi og það er ekki að sjá það í stefnuyfirlýsingunni? Nei, þannig að þetta er nú mál sem var mikið til umræðu í kosningunum og en svona Já, ég hef ekki verið að tala neitt út á borðinu og eins og þú segir, hvaða breytingar eru það sem við viljum þá sjá að þessi ríkisstjórn til dæmis hefur þegar talað í sambandi við innflytjendur og útlendingamál og ég held bara hún sé búin að taka upp stefnu Miðflokksins svona stórum atriðum þar. Já, kemur mjög mikið óvart til dæmis. Þetta var eitt af því sem að Inga lagði áherslu á að verið að tala að svipta fólk dvalarleyfinu ef það brýtur af sig. Já, innleiða stefnu Dana eða eins og þetta var rættum í Silfrinu Norðurlandana og það kom ekkert fram endilega hvaða Norðurlands því að þau eru nú eitthvað mismundi í þessu en ég veit ekki hvaða ræður Sigmundur á að flytja í þinginu eftir þetta þegar Inga og hinnar valkyrjurnar eru búin að setja þetta á dagskrá. Ég vil bara segja það. Nú sjálfnast við málgreinu, hann valla mætir í vinnuna. Já, hann hefur allavega stigið ræðstólum þessi mál og ef það er búið að slá þetta úr höndunum ánum þá og ef þetta er eitt af því sem við erum að sjá sem breytinga með þessar ríkisstjórn. Ég er ekki að leggja neitt mat á það, skiljið. Upplifðir þú þetta líka? Línan væri komin núna og þau ætla bara að vera harðari en Miðflokkurinn? Ég upplifði þessi útlendingamál vera svolítið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið verið að reyna að taka upp hérna bolta og hefur verið svolítið gagnrýndur fyrir það og ómennskuvæddur fyrir það einhver leyti svona sem er alveg góð gagnrýni og allt það en síðan einhvern veginn sér fólk kannski alveg að
svona viðhorf almennt samfélaginu eru svolítið að farin að vera svolítið svona sammála Sjálfstæðisflokknum. Þannig að ég held kannski og hvernig tónninn hjá samfélaginu hann var ekki alveg jafn sko kannski róttækur og grófur í Sjálfstæðisflokknum en hann samt alveg keim líkur það einhver leiti, kannski svona smá rómantiserandi, kannski ekki jafn svona beinn. Segist eins og Guðrún Hafsteinsson, hún svolítið bein þessi útlendingunum að kenna á í samfélkinginu er að skauta með orðræðuna einhvern veginn. Þetta verið atvinnustefnan sem hefði dregið hingað inn og mikið af innflytjendum. Já, akkurat og þannig að það er það sem lét mig vera rosalega skeptisk á samfélkingunni en hvernig þessi máli myndi fara þannig að ég kemur ekkert á óvart þetta sé að gerast en það sem kemur mér kannski svolítið það sem ég finnst leiðilegt við alla þessa umræðu hvernig þetta valkyrjustjórnin og allt það og allar þessi jafnréttisparadísar brending, nation branding sem viljum alltaf kvenleg gildi viljum alltaf framsetja okkur, markasetja okkur fyrir restan af heiminum og ef þær eru með svipar áherslur til dæmis og Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur fá þær þá í gegn af því að þetta er ímyndun jafnréttisparadísina skilur við. Þetta er svolítið svona, þetta er það sem mér finnst ekki skemmtilegt við þessa nýju identity politics einhvern veginn og þannig hvernig feminísku rótkunni hefur mist einhvern veginn algjörlega á hugmyndafræðin skiptir alltaf máli. En ekki alltaf stjúju flotta þessi auðveldara fyrir konur að koma fram vondumálum það sé ekki tilvíðun að málsvari stórútgerðum á Íslandi ég held að við séum komið þangað og ég held að það sé ekki góð þróun og þá vil ég líka vísa til bandaríska kosninga hversu mikið fólk var tilbúið að leyfa Kamala Harris að halda fram að hvað maður segja senda vopn til Ísraels og tala Palestínum alls konar hátt sem var skárra heldur en Trump sem ekkit endilega að skárra En ekki þannig, kannski misti ég af einhverju, en Þorbjörg Sigríður, dómsmálaráðherrann, hún var að tala afbrotamenn. Já, ef kemur hingað maður, hann brýtur að sér og ef refsingin er svo, hann verður rekinn úr landi og það er ekki refsing. Þá koma bara menn hingað til að fremja glæpi, því þeir eru ekki settir í fangelsi hér eða dæmdir, þeim bara hendur landi. Ég held að það getur hættulegt líka sko. En Ragnar harka í innflytjendamálum hefur ekki verið þitt svona uppáhald þú hefur verið frekar með húsnæðismál og svona vaxtakjör og efnahagslega raunveruleika bara venjulegs fólks en núna það er svona strengur í þínu flokki fólksins sem er svona á miðflokkslínunni þetta erfitt fyrir þig eða? Ég myndi segja kannski að hann hefur kannski verið látið líta út fyrir að vera nær miðflokknum heldur en raunverulega er vegna þess að það er alveg sko klárt mál að við viljum og bara flokkurinn hefur það á stefnuskrá sinni að gera vel við þá sem hér koma og hér búa en hafa viljað kannski taka harðar á svona ákveðnum þáttum sem eru síðan þá bara settir undir sama hatt og þeir allra hörðustu sem hafa verið í þessum málaflokki. Formaðurinn er stundum ansi harður og vill bara loka landamærunum og sitja á flóttamannabúðir og reka fólk úr landi og þegar hún fer svona í Hama þá er hún sko eiginlega Sigmundur Davíð 1,3. Já, Inga í Ham er náttúrulega bara Inga í Ham. Sko ég get ekki sagt að ég líti á þetta truflar þig ekki? Nei, sko Inga hefur sterkar skoðanir á þessu, hún er líka með hjarta á réttum stað og hún vil taka vel utan alla og óháð kyni þjóðarni. Ekki alveg það? Jú, hún er þannig en hún hefur auðvitað líka sterkar skoðanir á því hvernig staða fólks er, til dæmis eldra fólks og öryrkja og henni er mikið mun að bæta hag þeirra og hún hefur líka bent á það varandi húsnæðismálin að það hljóta að vera einhver takmörk á því að hvað hægt er að bjóða hinga mörgum til að búa. Hér þarf að vera innviðir og húsnæði til staðar alveg saman hvort að það eru ferðamenn eða fólk á flótta eða slíkt. Þá þarf að eiginlega hægt að bjóða Úkraínufólki hingað ef það væri málið. Ég bara tala svona almennt. Ef við erum að bjóða fólki hingað, taka móti fólki hvort sem það séu ferðamenn eða flóttafólk eða að þá þurfum við að hafa bæði pláss og innviði.
ég held að hljóta allir að vera sammála það og eins og staðan okkur núna þá hefur þetta allt meira að minna grotna niður, það voru þetta ákveðin vonbrigði í varandi stjórnar sáttmálan að það væri kannski við hefum viljað ganga lengra varandi skattöku til dæmis á ferðamönnum eins og virðisaukaskatt á ferðaþjónustuna og fleira, en þetta náttúrulega bara eins og allir þekkja við þetta borð, hluti af ákveðnum málamiðlunum. Það verður þó farið í einhvers konar gjaldtöku, hún verður bara með öðrum hætti heldur en kannski við lögðum upp með sem þó bóti í máli, en síðan þetta að tryggja það að hér verði nægt húsnæði og þið komið inn á það að væri ekkert húsnæðismál í stjórnarsáttmála, það bara töluvert húsnæðismálin og ekki húsnæðiskerfið sem að þú lagðir mikla áherslu á að það er bara nýtt húsnæðiskerfi. Við náðum ekki inn nýju húsnæðislánakerfi en það er ekki það með sagt að maður leggi árar í bát hvað það varðar vegna þess að þetta er þó allavega komið inn, verkalýðshreyfingin hún Alþýðusambandið setti þetta á oddinn eftir síðasta Alþýðusambandsþing. VR hefur dusta riki á þessari baráttu að taka upp nýtt húsnæðislánakerfi, bankarnir eru farnir að tala þetta, fjármálakerfi sjálft, þannig að ef ekki bara að vona það að dropinn húla steini vegna þess að þarna þarf eitthvað að breytast og þó að við höfum ekki náð þessu í gegn í sáttmálan þá mun ég halda áfram að berast fyrir þessu. Má ég spyrja þig, hvaða breytingar eru þá í sáttmálan með þínum orðum sagt? Já, það til dæmis tekur á skammtímalegu húsnæðis til ferðamanna, uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði, endurskoðun eða farið í frekari rýni á húsaleigulögum til að verja fólk á leigumarkaði, byggingu hjúkrunarheimila og svo framvegis. Við þurfum að fara að byggja íbúðir sem raunverulega eftirspurn eftir. Ég nú ennþá formaður Bjargs íbúðafélags, þar sem við erum búin að byggja 1300 íbúðir, hagkvæmar íbúðir fyrir tekjulága. Við erum með 4000 kennitölur á biðlista eftir hagkvæmu húsnæði á meðan standa hér íbúður alla borg tómar sem að kosta langt umfram það sem fólk hefur hvorki efna á að leigja né kaupa. Þetta er það sem við ætlum að takast á við. Já, en ég manga bara að fylgja þessu eftir að því vorum líka að tala svona áðan væntingar til ríkisstjórnarinnar og breytinga sko. Þú nefndir byggingu hjúkrunarheimila sem hefur nú skort mjög lengi á að væri tekið á og margir lofað og þið leggið úr vör með óbreyttan tekjuhlið ef ég skil rétt. Þið ætla ekki að breyta neitt stórlega þeim megin. Hækka veiðigjöld eitthvað. Já. Og banka það ekki? Já, þetta er ekki byltingarkenndar breytingar á tekjustofnum ríkisins. Ég held að geta verið sammála það. Og við erum með innviðaskuld og hjúkrunarheimili, sko, hvar á þá að spara? Það verður ekki fengið út úr þessum 1000 eða 3000 tillögum sem eru komnar í samráðsskattuna sem eru svona góðra gjalda verðar ef ég má segja þannig. Já, sko, þetta er mjög góð spurning vegna þess að það sem við höfum verið að vinna til dæmis á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar var þetta uppbyggingu tveggja félaga, Bjargs og Blævar. Blær félag sem getur byggt inn í kaupleigukerfi og félagslegt eignaíbúðakerfi og það er mikið talað um fjármögnun í þessu sambandi og það þarf ekki endilega að vera ríkið sem að fjármagnar alla svona framkvæmdir. Erlendis eins og til dæmis í Danmörku þar eru lífeyrissjóðir mjög stórir í fjárfestingu á innviðum, sérstaklega húsnæðisinnviðum. PFA sem er allra stærsti lífeyrissjóður Danmörkur hófa að byggja hjúkrunarheimila árið 2017 við góðan orðstýr og lífeyrissjóður almennt í Skandinavíu eru með 10% heildareignum í fjárfestingu í húsnæðis og hjúkrunarheimilum þó húsnæðisliðurinn hlutin sé stærstur. Við færum okkur yfir í þýskumælendum löndin og til dæmis eins og Sviss þá er þetta og yfir 20% og yfir 25% af heildareignum. Við værum bara, værum svona þar sem að þetta hlutfall hvað svona lægst í svona þeim löndum sem við berum okkur gjarna saman við. Þá ættum við að vera í það minnsta í kringum 10% af heildareignum sem myndi þýða að lífeyrissjóðirnir okkar væru með 800 milljarða í fjárfestingu í þessum
eignaflokki. Þetta náttúrulega risa pólitík sem það að halda tekjuöfluninni niðri, ekki leiðrétta tekjulækkunin sem var á nýfjörðsíkjárunum. Þannig að ríki og hið opinbera hefur ekki mátt til uppbyggingar innviða og bara einkavæða uppbygginguna inn í lífeyrissjóðina, en síðan eiga fyrirtæki að leggja brýnnar og það eru fyrirtæki sem eiga að reka hjúkrunarheimilin og þetta bara ákvörðun það að við erum hætt að byggja upp samfélagi í sameiningu, heldur það eini sem hefur afl til þess að byggja upp samfélagið eru fjármagnseigendur og þetta náttúrulega risa pólitískt mál sem að mér finnst að við eigum bara að ræða, ég meina erum við sátt við þessa leið, ég meina horfið 20, 30, 40 ár fram í tíman og þá munu fjármagnseigendur eiga alla heilbrigðis heilsugæsluna, þeir munu eiga alla brýnnar og vegina og þeir munu eiga þar inn líka. Flokkar í lífeyrissjóðuna þar líka. Þeir eru eins og núna, þá eru þeir bara fjármagnseigendur, þeir eru stýrt af samtökum atvinnulífsins, þess vegna samtök atvinnulífsins staðsta power base á Íslandi, það í þessu húsi þar sem þeir fara raunverulega, ég meina Ragnar Þór veit alltaf það, hvernig lífeyrissjóðunum stýrt og þeim bara stýrt eins og örgust kapitalistum, þegar þeir eru eigendur af einhverju fyrirtækjum þá er þeir ekki að byggja horfa okkur samfélagslega uppbyggingu þannig slíkt, þeir verður að hafa sem allra mestan arð til þess að draga upp á fyrirtækjunum og þeir hafa sveikt fyrirtækin inn í það að horfa fyrst og fremst að þessu rekin, fyrst og fremst með það markmiði að vera arðsum til þess að skila eigendur sem allra mestum arði og þannig munu brýnnar okkar verða, þannig verður heilsugæslan okkar og þannig verða hjúkrunarheimilin og þannig verður Ísland. Er það? Já, sem fyrrverandi stjórnarmaður í lífeyrissjóði og áhuga manneskja og eigandi að töluverðin lífeyri, ég veit nú ekki alveg hvað ég fæ upp úr umslaginu þegar það kemur en þá verð ég svona kannski aðeins að spyrna hérna við. Það er náttúrulega lög lífeyrissjóð í Íslandi og það er bara hreinlega áskilin hver á að vera lágmarks ávöxtun lífeyrissjóðum og það er það sem að stjórnendum þeirra er skylt og þeir eru ekki að verja hagsmuni annara en sjóðfélag. Það er allan daginn. Þessu sjónarmiði, það er meira í rekstri og einkafyrirtækjum að þá er hort á þetta sjónarmið að horfa bara á arðsemi til eigandana. Það er litið á það sem afleita stefnu. Það er ekki alveg rétt að það sé bara að horfa á arðsemi. Samfélagið, umhverfið og eitthvað fleira, það er þannig byggir fyrirtæki sem hafa seglu. Þessar fréttir hafa bara ekki borist inn í lífeyrissjóðakerfi vegna þess að strandar í samtökum atvinnulífsins og ég skil ekki af hverju verkalýðsfélögin reki ekki áfram að stefna lífeyrissjóðanna verði önnur en hún hefur verið hingað til því það hefur ekki reynst okkur vel eins og Ragnar veit alltaf. Ég vona að Ragnar staðfesti það að fulltrúar launþega eiga sæti til jafns við fyrirtækin í stjórnum sjóðana. Þannig að það er ekki þannig að þeir eigi ekki sæti. Þeir eru aldrei meirihluta til að breyta stefnunni. Stjórnirnar þurfa að móta sér fjárfestingastefnu hverju ári og þær geta vel valið til dæmis að fjárfesta ekki ákveðnum tegundum fjárfestinga út af einhverjum samfélagslegum sjónarmiðum. Það breytir ekki því að þeir þurfa að ná ákveðinni ávöxtun því ég og þú og við öll, við viljum hafa okkar lífeyri fyrir það sem við lögðum í sjóðina af okkar tekjum í gegnum ævina. En þú talar hagsmuni sjóðsfélaga og þar er lífeyrissjóðum lagalega skylt að verja hagsmuni sjóðsfélaga. En síðan aftur á móti hver eru hagsmunir sjóðsfélaga? Er það afkoma þegar þeir fara á lífeyri vegna þess að þú ert sjóðsfélagi frá því greiðir fyrstu greiðsluna frá 16 ára aldri til dauðadags? Lögin eru bara með skýr skilaboð þetta til stjórnana. Þetta er ekki alveg rétt sem ávöxtunarkrafan, þetta snýstur ekki ávöxtunarkröfun heldur réttindaávöxluna, þeir eru að skila lögbundinni réttindaávöxlu og til þess að ná þeirri réttindaávöxlu eða þeim meðalaunum úr starfsæfina að þá er það bara uppreiknað 3,5% raunávöxtun að meðaltali, þeim er ekki skylt að vera með þessa ávöxtun og öllum eignaflokkum heldur geta verið með lægri á einum og meira á hinum. Lífeyrissjóður til dæmis í Danmörku og mjög áhugavert að þegar ég heimsótti PFA og Velvill og þá kom svolítið í ljós að þeir starfið svo íslenski lífeyrissjóður, þeir eru að reyna hámarka arðsemi og allt það út frá einhverjum kríterjum að fjárfesta ekki í vopna framleiðslu eða fyrirtæki sem eru tengd skipulagðri glæpastarfsemi og svo framvegis og það er þessar svona eftir þessum ESG viðmiðum sem eru svona evrópsk siðferðisviðmið ásamt fleiru en þar er meiri samkeppni
iðgjaldagreiðendur, það að segja, það eru kannski félagslökulegismanna, þeir greiði í PFA og þeir eru ekki ánægðir með sjóðinn, þá bara færa þessi yfir og þá fara réttind og fjármunir á milli. Þannig að það er miklu meiri hvati hjá lífeyrissjóðum, til dæmis í Danmörku, að vera með meiri ávinning fyrir sjóðsfélagann, ekki bara upp á ávöxtunna síðasta árs, heldur líka það, þeir byggja íbúðir og sjóðsfélagar hafa forgangi þar íbúðir. Þeir byggja hjúkrunarheimili og þeir sem eru hluti eða félagar í lífeyrissjóðunum, þeir fá forgangin á hjúkrunarheimilin, fá sömu þjónustu fyrir lægra verð eða betri þjónustu fyrir sama verð. Þeir eiga byggingarnar, þeir eiga húsnæðið og það sem og svo hafa þeir tekið þátt í að byggja upp og fjárfesta í félögum sem eru að vinna að samfélagslega mikilvæga verkefnum sem bæta lífskjör sjóðsfélaga alla starfsæfina, ekki bara þegar þeir vera gamlir. Og þetta er mjög mikilvægt að þessi hugarfarsbreyting verði vegna þess að til dæmis eins og þróunin að gerast núna varðandi hjúkrunarheimilin. Við erum að sjá einkaaðila að koma í mjög ríkum mæli eða stefna því að vera í mjög ríkari mæli eigendur og rekstraraðila hjúkrunarheimila og af reynslu til dæmis í Bretlandi og Svíþjóð þá ætti það að vera víti til varnar að fara alls ekki þá leið og við sjáum til dæmis Kvikubanka sem hefur mikil og stór áform þarna hafa verið að fjárfesta í þessu í Bretlandi og þar eru lífeyrissjóðirnir stórir eigendur og eru orðnir svona beinir þáttakendur í því eða svona óbeinir þáttakendur í því og beinir í að einkavæða rekstur og uppbyggingu hjúkrunarheimila með rauninni þeim formerkjum sem við ættum að varast mjög en enga síður að ef að þetta rekstrarform verður að veruleika og verður ráðandi og ríkjandi hér á landi að þá munu þeir aðilar sem reka þessi hjúkrunarheimili þeir geta ráðið í hvað þessi þjónusta kostar og mun til lengri tíma verða samfélaginu bara mjög dýr og þjónustan örugglega eftir því verri. Þannig að fyrir mitt leyti að þá skiptir mjög miklu máli að við höldum áfram að vinna því að fá lífeyrissjóðuna meira til þess að fjárfesta í innviðum, alveg saman hvort eins og var til dæmis með Hvalfjarðargöngin að Kjölur sem að byggðu þau og svo var bara þegar þau voru uppgreidda þá voru þau bara afhent. Ríkið á ekki að þurfa að fjármagna allan skapaðalut, á ekki að þurfa þess en það er að gera þetta þannig að þetta endi ekki í höndum einhverja útvaldra eða örfára sem einhver engarekstur og bara svona rétt þess að klára. Það er nóg til að fjármagni í þessu landi. Lífeyrissjóðirnir hafa fjárfestingaþörf, mismunurinn á iðgjöldum og útstreymi eru vel á, á 300 milljarðar og síðan fjárfestingaþörfin sem að kemur arðsemi fjárfestinga, afborgunum, lána og slíkt. Þetta eru gríðarlegir fjármunir sem að lífeyrissjóðirnir þurfa að koma í vinnu í mjög litlu hagkerfi þar sem þeir eru allt of stórir. Þannig að það blasir við að þeir verði að koma meira að þessu. Við erum nóg að byggingalandi, það er nóg til að fjármagnum við höfum þekkingu og getu til þess að framkvæma. Þetta er bara spurning rauninni vilja og sem betur fyrir koma lífeyrissjóðirnir inn á þennan markað, íbúðamarkaðin sem eigendur þegar þeir keyptu heimavelli en þeir þurftu náttúrulega að gera það í gegnum fjárfestingarsjóð sem síðan keypti félagið. Þannig að við erum búin að ná fjárfestan út fyrir margra tugmilljarða hagnaði. Ég var ekki þetta var ekki drauma innkoman fyrir lífeyrissjóðina en þeir eru þó komnir inn og þetta er búið að vera 10 ára barátta hjá okkur að fá þá inn á sem eigendur á þessum markaði vegna þess að allstaðar annars staðar þykir þetta að vera með einn örugust og bestu fjárfestingu sem lífeyrissjóður getur farið í. Já. Fannst þú vera að biðja orðið hérna? Nei, ég er bara að hlusta. Það er stundum sagt með lífeyrissjóðina því að þeir eiga hérna eitthvað 6.000, það sé ekki orðið 7.000 milljarðar. Þeir eiga 8.000 eða 7.000, 7.000. Innlendum eignum kannski 6.000 milljarðar og hérna landsframleiðsla þetta er margföld landsframleiðsla. Þannig að þeir eru svo fyrirferðarmiklir inn í íslensku samfélagi. Að þá er oft sagt að ef þú ætlar að fjárfesta í lífeyrissjóðum
að horfa á fjárfestingarstefnu lífeyrissjóðanna, þá getur náttúrulega að horfa á að verða 3,5% ávöxtun til þess að skila peningunum sko til sjóðsfélaga. En þú getur líka hort á þannig að þegar fyrirferðin svona mikil í samfélaginu, að þá besta fjárfesting lífeyrissjóðanna að byggja upp samfélagið. Eyða húsnæðis kreppunni, að byggja upp innviði og annað slíkt, því að það besta fjárfestingin vegna þess að þú geymir alla peningana í þessu potti og potturinn hann getur hann getur verðfallið og hann getur risið og hann getur orðið verðmætari eða verðminni eftir því hvernig samfélagið byggt upp. Þannig að besta leið lífeyrissjóðanna til þess að varðveita þessa peninga fyrir sjóðsfélagana væri að byggja hér upp réttlátt, öflugt samfélag með jöfnuði þar sem allir fengju tækifæri til þess að blómstra og lifa. Þetta væri besta stefna lífeyrissjóðanna. En þetta ekki stefna sem SA og félagar vilja hafa. Þeir vilja að lífeyrissjóðanna séu reknir eins og grimmur kapitalísku sjóður. Það eitt kannski bara rétt örstutt, ég ætla ekki að vera ófrekur á tíman, en það þarf auðvitað að gera, það þarf að taka út þessa háu kröfu sem sjóðunir hafa, af því að þeim lagalega skylt að lofa okkur ákveðnum meðalauna réttindum sem ítur undir þessa 3,5% raunávöxtunarkröfu og það þarf henni að taka út vegna þess að hún hefur eiginlega ekkert gildi annað en það að þrýsta upp óraunhæfri arðsemi í okkar samfélagi til lengri tíma lítið. Þetta óraunhæft að ná þessu og það þarf bara... Óæskilegt, menn það getur sagt það. Það óæskilegt að hafa svona háa fjárfestingu arðsemiskröfu í samfélaginu. Það er bara óæskilegt. Í endan skiptir hún ekki máli vegna þess að lífeyrissjóðunum er síðan lagalega skylt að skerða réttindi eða auka ef að þeir eru tryggingafræðilega í ákveðri eða neikvæðri stöðu til ákveðins langs tíma. Þannig að þegar uppi staðið að þá fáum aldrei meiri lífeyri á endanum í vasan nema út frá því sem til í sjóðunum hverju sinni. Þannig að þetta skiptir bara mjög miklu máli. Já, það er nú svo margt búið að koma hérna inn á, var þetta síðasta þá er þetta alveg rétt að lífeyrissjóðirnir þurfa að auka skerða réttindi og það kannski bara áherslan hefur verið á að skila sem mestu til félagana. Það áherslan sem hefur verið rekin og þetta auðvitað bara risastór pólitísk umræða sem að fara hérna fram. En ég vil þó minna á það að í fjárfestingarstefnum sem að ég nefndi áðan að eru samdar og samþykktar á stjórnum lífeyrissjóða og kynntar á ásfundu þeirra, að þar auðvitað teknar ákvörðunum að hve miklu leyti sjóðurnir fjárfesta erlendis og ef ég man rétt, þá lífeyrissjóði Verslunarmanna einn af þeim sem fjárfesti hvað mest erlendis. Við hefum verið með hæsta hlutfallið, held ég bara af öllum sjóðum til lengri tíma. Síðast þegar ég skoði þessar tölur, þá var það líka. Þessi arðsemiskrafa getur leitt til þess að segjum að lífeyrissjóðir fjárfesta í högum og hagar verður alltaf bara að stækka til þess að uppfylla þetta og þá kaupa þeir ólís og smátt og eru byrjað að eignast bara eitthvað svona risastór bara auðhringi sem og vegna þess að lífeyrissjóðirnir hegða sér alltaf inn í stjórnum þess að fyrirtækja eins og þeir séu einn af kapitalistunum, ekkert með neina sérstakar áherslur og stundum þeir bara með engar áherslur, til dæmis í Samherja, þá það í Högum, þá það Samherji sem leggur línuna, sem stæðst í einkaaðili sem fjárfestir og lífeyrissjóðirnir bara elta þá meir og minna, þeir skiptu forstjóra, þeir Samherji vildi skiptu forstjóra og þeir bara gera allt það sem þótt að Samherji eigi kannski bara 7-8% hlutafjárins, þá geta rekið þetta næstu eins og eigi þetta með mann og mús. Eins og lífeyrissjóðirnir kom alltaf inn og það er bara trúað að kapitalistinn sem situr hann við borðið, hann hafi miklu meira vit heldur við sem erum að gæta einhverja almanna sjóða og eitthvað fleira. Rétta lína hlýtur að vera hjá kallinu sem að vill græða sem mest og hefur grætt sem mest, hann hlýtur að hafa mesta vitið við borðið. En það bara ekki þannig. Ég vil bara segja það, lífeyrissjóðirnir þurfa að grandskoða sitt PR. Þeir eru ekki með gott PR í dag. Þetta kannski ekki alveg þú veist bara PR-mál vegna þess að þetta er mjög óheppilegt fyrirkomulag að þeir eru með svona stóra eigendur, lífeyrissjóðirnir eiga meiri hlutan í öllum stærstu félögum og skráðum félögum landsins. Meiri hlutan í Kauphöllinni? Ég sé það og við bara tökum bankakerfið, tryggingafélögin, dagvöruna, bara sama hvað þú drepur niður. Þar eru þeir annarkvort langstæðstu eigendur eða stóri lánveitendur
fjármögnunaraðilar. Stór kaupandi skuldabréfa markaði líka. Já, og þessi sagði, eða fjármögnunaraðilar, fjármögnunarfyrirtæki kringum skuldabréfa kaup og fleira. Eins og til dæmis í Símanum þegar Míla er selda, þá er það stóðir sem eru með hvað í kringum 15% eignarhlut sem er algjörlega ráðandi í félaginu vegna þess að lífeyrissjóðir eru passívir fjárfestar. Og bara alls ekki hagsmunir lífeyrissjóðanna út frá því sem ég var að segja áðan að þessi hagsmunir lífeyrissjóðanna lengri tíma að byggja hér gott samfélag og í því felst að við eigum innviðina í því. Þannig að lífeyrissjóðanna tóku þarna ákvörðun af því að stóðadrengirnir ætluðu að græða rosalega mikið og þurftu peninga til þess að stíga í vasann, að þá eltu lífeyrissjóðanir þessa ákvörðun. Já, sko, ég myndi frekar segja að lífeyrissjóðanir þeir gerði ekki kröfu að þessi viðskipti eru skoðanir sérstaklega hvorki þessi langtíma samningar sem voru gerðir. Og það telja alveg endalaust um Eimskip þegar þau voru að farga skipunum þarna með sko bara umhverfis glæpum og þú veist það var ekkert gert til að það var ekki skipt um stjórnir, það var ekki gerð krafa einhverjar aðgerðir og þetta er eitt af því sem við skoðum mjög mikið og grannt og meðal annars með Guðrúnu Johnsen sem var þá starfaði við Viðskiptaháskólann í Kaupmannahöfn og við gerðum heilmikla úttekt á þessu hvernig þetta væri til dæmis háttað í öðrum lífeyrissjóðum, það með áherslu á Norðurlöndin bara til samanburðar, þú veist hversu virkir fjárfestar eru lífeyrissjóðir og eiga þeir að vera virkari og afskiptasamari fjárfestar sem að ég tel að þeir eigi að vera og líka annar punkturinn að það eiga sjóðsfélagarnir sjálfur að hafa eitthvað ákvörðunarvald þegar kemur til dæmis að eins og fjárfestingarstefnu, kosningu stjórna og svo framvegis að því að þetta eru þeirra hagsmunir auðvitað á endanum og þarna svona bara tökum bara lýðræði almennt á Íslandi, lýðræði í stéttarfélögum, lýðræði í sveitarstjórnum og svo náttúrulega bara í Alþingi að þá hallar mjög á lýðræði og lýðræðislega umræðu innan lífeyrissjóðanna og ég held að það sé þetta tvennt sem ég var að nefna varðandi aðkomu á fjárfestingum og síðan sjóðsfélaga lýðræði sé til dæmis eitt af því sem að halla svolítið á umræðun lífeyrissjóði að það gæti lagað périð. Já, það er bullandi dýrtíð vörur hækka, þjónusta hækkar ekki, finnum við gjöld fyrir þessu? Þetta er nú gott að þú kemur inn á þetta, ég má grípa þennan bolta. Það var frábær grein eftir Vilhjálm Bjarnason fjárfesti í Morgunblaðinu á föstudaginn, þar sem að hann gagnrýndi réttilega hvernig fyrirtæki á til dæmis dagvörumarkaði og samtök verslunar og þjónustu hafa bókstaflega verið að tala upp þörfina á því að hækka vöruverð því að innfluttarvörur sé að hækka og þetta rafmagn sé að hækka og þá hækki þetta. Þetta er auðvitað harðbannað samkvæmt samkeppnislögum að aðilar á sama markaði hægi sér svona. Og samkeppniseftirlitið hefur áður stigið inn í svona og hefur gerð sátt sektir eða fallið úrskurðir. Já. Svo líka fréttir þá getum við komið aftur inn á það að þú veist þarna eru lífeyrissjóðirnir langstæðstu eigendur dagvörukeðjana og gætu mögulega stigið inn í allavega gerð kröfu sem eigendur og stjórnendur þessara félaga að hækkun vöruverðs bara út af ástandinu, hárri verðbólgu og vöxtum verið stilt með einhver móti í hóf allavega verið einhver tiltekinn tíma og sama má segja um tryggingafélögin ekki að mér vitandi nei að þau hafa gert það eru sko ákveðnar reglur sem að takmarka mjög samskipti lífeyrissjóðana inn á milli en þeir geta svo sannarlega haft skoðanir á þessu bara sem einstakir hluthafar eins og við bara í verkalýðshreyfingunni við getum alveg haft sterkar skoðanir á þessu og þarna til dæmis hefði maður vilja sjá vegna þess að þarna eru klárlega hagsmunir sjóðsfélaga undir og bara velferð heils samfélags. En þetta er í blúsandi gangi? Já, ég vil þá líka segja sko verkalýðsfélög geta líka gert athugasemdir við þessu orðaði fyrirgefðu. Allt í lagi, ekkert mál. Sko, já, ég er búin að velta fyrir mér allir þessu umræðu hérna út frá svona, ég er svo mikil svona hugvísindamannanskja aðeins meira út frá þú veist bara hugmyndafræði og allir þessari nýfrjálshyggju sem einhvern veginn normaliserar mjög margt hvernig hlutirnir eru háðir þótt eitthvað sé lögum og allt það þá skiptir alltaf praktíki máli og það þarf alltaf að skoða praktíkina í samhengi við normið og ákveðna hugmyndafræði og þegar þú segir þú veist, mér finnst þessu við séum bara búin að fara í hringinn okkur ár einhvern veginn þetta þessar vöruhækkanir út í búð þá alltaf fylgir því að fólk vill launahækkun og förum alltaf bara í hringi einhvern veginn og það skilar einhvern veginn aldrei því að fólk getur komist einhvern veginn á
jafnvægi með að vörurnar hækka ekki og launin hækka. Það einhvern veginn balanst aldrei út og ég spáði rosalega mikið í einhvern veginn, þú veist, í hvernig vald og orðræða og alltaf flétta saman í lýðræðissamfélögum og svo Fræðimaðurinn Foucault talaði mikið um lífvald og talar einhvern veginn einmitt sko hvernig ákveðin orðræða í samfélaginu skapar ákveðna þekkingu og stjórnar síðan líf okkar mörgu leyti. Dæmi lífvald til dæmis að það sé á dýrsta til sálfræðing, þannig fólk fer ekki. Þannig svolítið verið að stjórna einhvern veginn hvernig við hugum okkur og hvað ákvarðanir við tökum og það alveg hægt að fara rökkur í þessi samfélagsmiðlar sé orðin ákveðið lífvald og mér finnst þessi orðræða einmitt þessa hækkun vera líka ákveðin dæmi það hvernig matakarran okkar verður og líka bara hvernig þessi ríkjandi hugmyndafræði fléttast rosalega mikið saman með að fólki bara að fara að finna meiri samúð með vörukeðjunum stórt fyrirtæki þurfa að hækka matvöruverð heldur en kannski bara fólk á flótta til dæmis. Þannig að þetta bara partur finnst mér af þessi ríkjandi hugmyndafræði að því við áttum okkur kannski ekki enn einmitt á hvernig vald og þekking og orðræða og sannleikur og allt það að flétta saman lýðræðissamfélögum. Við erum svo upptekin alltaf á existentialískri ógnum Vladimir Putin að við áttum okkur ekki hvernig þetta í okkar samfélögum. Við erum ekki nógu mikla gagnrýni finnst mér, mætti alveg vera meiri stundum. Horfa meira sjálf okkur. Já, bara lítið svona í speil og líka taka bara upp eins og við erum núna að tala um lífeyrissjóðina og þeir eiga meiri hlutan í kaupöllinu og þar að eiga þeir mikinn meiri hluta í öllum tryggingafélögunum, dagvöruversluninni og því sem svona helst snýr að almenningi. Það eru félög þarna inni sem eru koma okkur kannski minna við eitthvað svona sem að framleiða eitthvað lyf fyrir bandaríkjamarkað og svona það sem að lífeyrissjóðir eru lægri, þannig að þeir eru líklega í þeim svona venjulegum neyslufyrirtækjum eru þeir líklega með 70-80% eignarhluta. Nýfrjálsíkjarhundi 2008 þótt að hafi ekki kannski frest í Valhöll og ekki niður í Borgartún, en hún hrundi. Og mér finnst alltaf að við förum að segja, þú veist, hvernig var fólk að hugsa fyrir þann tíma áður en þeir fengu að trúa á því að kapítalistin hlýt að vera sá sem að myndi drífa fram allar framfarir í samfélaginu og þess að náttúrulega lífeyrissjóður elta hann. Að þá voru menn að hugsa það að starfsfólkið ætti að hafa stjórnarmenn inn í fyrirtækjunum. Það voru Ólöf Palme í Svíþjóð var bara komin svolítið langt með slíkar hugmyndir. Það voru svona stóri sjóðir sem áttu stóra hluti í einkafyrirtæki þar og það var bara í alvörinu verið að tala um það ef þá ekki bara snúa þessu, ekki bara taka þá yfir og borga þá þessa 8% samirja bara út úr högum og við ekki bara fara að reka þetta eins og svona samfélagslegt fyrirtæki. Menn voru bara að ræða svona 1980 og menn hætti ekki að ræða svona af því að þetta var vitlausar hugmyndir. Það var bara önnur hugmyndafræði sem kom inn og yfirtók allt annað. Þannig að öll okkar hugsunum það með þess að lífeyrissjóðakerfið okkar eins og þetta hljóta að vera svona. Þetta þarf ekki að vera svona. En hugsið ykkur að það tók okkur ég er ekki búin að taka saman árafjöldan en bara það að ná því í gegn að hækka fjárfestinga heimildir lífeyrissjóða og þetta er náttúrulega bara heimildir þeir á það svo alveg hvað þeir gera sjálfur í fjárfestingu á húsnæðisinnviðum og þær voru hækkað núna í júní í fyrra upp í 50%. Það er að segja að þeir mega eiga 50% af hluti í félagi eða sjóði sem að fjárfesta í húsnæðisinnviðum í staðinn fyrir 20. Það fylgdist með þessu, það var alltaf sagt við Ragnar og fleiri að það þarf að breyta lögum, þetta er ekki lögum og svo á sama tíma var lögum með lífeyrissjóðina breytt 100 sinnum ári. Til þess að gera eitthvað allt annað. Það er hvergi í stjórnsýslinum að finna eins mikið af lagabreytingum eina stofnun eða eitthvað fyrirbrigði eins og lífeyrissjóðir eru sem eru fjöldi lagabreytinga sem hafa snúið að bara einhvern aðlögun kerfisins að kapitaliska markaði. Er þessar lagabreytinga þá svona í takti við þá sem réður ríkjum í Íslandi? Já, til að þjóna betur auðvaldinu, svona bara segja það. Það eru mjög margar og það eru alls konar. Það þurfti til dæmis að breyta töluvert í lagaumhverfi lífeyrissjóða eftir hrun. Það sem var mikil til dæmis halli bara strax að innlendir hlutabréfamarkaðir þeir þurrkuðust út bara nánast alveg og það riðlaðist rauninni allt eignar hlutfalli riðlaðist og tryggingafræðilegur halli varð á þeim skala að það hefði þurft að skerða réttindi ofan í allt og þeir fengu meira svigrúm það tímabundið en síðan þá hafa bæði verið reynda að hafa verið gerðar breytingar sem hafa verið slæmar og fáar
góðar, en það hefur líka tekist að koma í veg fyrir breytingar eins og fyrir nokkrum árum átti og það hefur reynt með reglubundum hætti að leyfa lífeyrissjóðum að skortselja hlutabréf og taka ríkari þátt í sjóðum sem stunda afleiðuviðskipti og afleiðusamninga og fleira sem hefur verið bannað hingað til eða mjög takmarkað. Þannig að það er sífellt verið að reyna og það hefur tekist að stoppa eitthvað af þessu af en ekki allt. Þannig að en okkur tókst að breyta þessu hlutfalli og svo bara það hefur reynst þrautin þyngri fyrir okkur sem hefur viljað sjá sjóðin að koma meira inn í samfélagslega fjárfestingu sem þarf ekki endilega að skila minni arðsemi en til lengri tíma litið gerur hún það í miklum og bættum lífskjörum fyrir sjóðsfélaga, unga sem aldna. En það er miklu erfið og bara, þú veist, komandi úr verkalýðshreyfingunni, það er miklu erfið að ná einhverju gegnum löggjafan sem að gagnast einhvern veginn vinnandi fólki eða bara fólkinu heldur en sérhagsmunum. Þeir virðast eiga mjög ríkari leið eins og til dæmis varandi búvörulögin að það kemur auðvitað inn í þessar verðhækkanir að afurðastöðarnar það er hækkuðu hjá sér 20% og svo hafa heildsalitin verið að hækka gríðarlega mikið. Við sáum það svona rétt undir að síðasta sem ég var í VR þá voru greina framleiða hlutvöllin sem að gefa kannski skýrustu mynd af hvort að fyrirtækin sé að auka arðsemi eða ekki eða álagningu öllu heldur og þetta virðist allt vera uppleið. Annað sem er svona ríkjandi hugmyndum hvernig hlutin eigi að vera sem er bara pólitísk stefna er þessi fjármálareglunar í kringum ríkissjóðs. Ríkissjóð mikið skulda meira þetta og með ekki vera með halla meira þetta. Og þannig blandað inn bæði rekstra. Það má vera að þetta sé bara mjög góða reglur í sambandi við rekstur ríkissjóðs. En þetta kemur ekkert við fjárfestingum ríkissjóðs í uppbyggingu innviða í landinu sem að skilar auknum arði og auknum tekjum til ríkissjóðs til lengri tíma. Þannig það er algjör þvæla og bara einhver seinni tíma þjóðsögn að ríkið eigi ekki efni að reisa Ölfusárbrú. Þau bara geta gert að þau vilja það. Og þeir geta byggt húsnæðið vilja það og þeir geta byggt upp húsnæðiskerfið vilja það. Vegna þess að það er allt annað að skulda í fjárfestingu. Það sem hefur fjárfest til þess að byggja upp til þess að auka aflið í samfélaginu heldur hún setja að eyða þessu bara eins og hefur verið að gera undanfarið og bara safna skuldum af því að þú vilt ekki leggja á skatta. Það er allt annað. En þessu er bara trúað og þetta er komið inn í bara í lög að ríkið megi ekki skulda þessa til þess að draga úr afli ríkisins til þess að einkaðilega fái stærri hluta samfélaginu og þessar reglur sem að Ragnar var að vísa til eru síðan voru lagðar á lífeyrissjóðina til þess að þeir myndu skilja eftir svæði til þess að einkaðilega gætu farið þar og braskað með húsnæði og eitthvað fleira í friði. Þannig að ríki má ekki vera þarna inni, sveitarfélög má ekki vera þarna inni, lífeyrissjóðir má ekki vera þarna inni, akkur ekki, til þess að okrarar og leigubraskarar geti vaðið þarna uppi. Svona er margt í kerfinu okkar. Mjög athyglisvert hver var félagsmálaráðherra ef ég man rétt þegar til dæmis verkamannabústaðakerfið var sett on í koffort Já, ekki Pál Pétursson. Nei, var það ekki Jóhanna? Nei, hún var þetta var gert 98 held ég. Já, hverju voru ríkisstjórn? Hún var 95, þá hætti hún. Hún hætti 95, já. Ég dreif þessa speki Þetta er mjög áhugavert áhugaverður punktur varandi reglurnar og svona nærtækast að dæmi allavega að því sem ég hef skoðað var þegar að Íbúðalánasjóður mátti ekki samkvæmt lögum eiga og reka húsnæði sem var gerðist í eftirmála hrunsins þegar Íbúðalánasjóður þurfti að taka á móti gríðarlegu magni íbúða sem að höfðu fallið þeim í hendur. Ég að segja að var frábært dæmi með Ölfusárbrú hjá þér. Þetta er einhver arðbarasta framkvæmd sem er í boði. Hún mun bara borga sér sjálf. Það vitið allir. Ég ætla að klára varandi reglunar að þá var því komið þannig fyrir í reglum að Íbúðalánasjóður þurfti að selja síðan allar þessar eignir út úr Íbúðalánasjóði að þeir máttu ekki eiga og reka íbúðarhúsnæði og leigja. Síðan þegar að búið var að hirða allt og meðal annars voru gamma menn stórtækastir í að kaupa það upp á hrakvirði, miklu hrakvirði sem er svælt kvóta þetta er bara eitthvað sem að þyrfti bara að rannsaka alveg sérstaklega að þá stóðu töluvert eftir á íbúðarhúsnæði víðsvegar landi sem að var ýmist íbúðarhæft en ekki á svæðum sem að fjárfestarnir höfðu áhuga á eða var kannski í einhverju niðurníðslu. Það var merkilegt að leið og þá búið að selja allar bestu bitina, þá er ekkert mál, þá er
var hægt að búa til lagaumhverfi fyrir hérna ríki til þess að eiga og reka íbúðarhúsnæði og þar var til félag sem að heitir Bríet eða ekki. Við erum á vona á sjálfstæðismönnum, ekki einn tómum reyndar. Ég er að verða á sein í Skælagún. Við ætlum að fara á pantaðan tíma. Já, við erum að pakka saman. Já. Við ætlum að tala sjálfstæðisflokkinn hérna eftir. Já. Þannig að við setjum kaflaskipti hérna. Ég hef nógan tíma, ég skal vera áfram. Ég stilli á. Ok, Erna, Jóhanna og Ragnar Þór, þakka ykkur fyrir að vera með okkur. Já, og hérna rétt bráðum koma einhverjir sjálfstæðismenn en líka sérfræðingar í sjálfstæðisflokknum, held ég óvægt að segja. Við ætlum aðeins að tala þennan flokk svona á þeim tímamótum sem eru framöndan. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu hann að tala af borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.